Með lagið Wild Ones. Klukkan orðin rétt rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn. Það eru nú oftast 2 harðir á föstudögum, eða við vorum það 3 harðir síðasta föstudag beint frá Eyjum. En ástæðan fyrir að Egill Einarsson getur ekki verið með mér hér í dag er svo að hann staddur á Spáni, en það engu að síður 2 grjótharðir inn í stúdíónu því að Sóli Hólm, the Home Father, gestastjórinn í dag og ég ætla bara að byrja það velkomin. Takk fyrir. Hvernig ertu? Ég bara hrikalega góður. Ekki? Og ég mynd gott líka að þú ferði í næst harðasta á landinu. Já, þegar það svo harðast kennst ekki. Ef Egill sem að bodybuilder kennst ekki, þá fínt að hringja bara einhvern annan bodybuilder. Já, nákvæmlega. Þú ert bara með nokkra bodybuilders í símanniðinu sem þú bara fyrir í deild sem heitir bodybuilders-deildin. Já, nákvæmlega. Þú og Maggi Bess og Egill Einarsson. Já. Það er gaman að vera komin. Það sé ég komin til þín. Já, þú er aldrei, þú ert búin að vera svolítið með Bjössa. Við hefum ekkert verið saman við hann, sko. Nei. Komum tíma á það. Já, það finnst mér. Og við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Sverrir Bergmann er ekki með föstudagslagi að þessu sinni, en það skiptir engu máli því að það verður föstudagslag engu að síður. Já, ég er búin að lofa því. Já. Gefa það út á Twitter. Já, hann er komin hérna með gítarinn, hann Sóli Hólm og já, það er aldrei að vita að Pálmi Gunnars er bara að fara að taka án þín eða... Hvernig væri það? Það er alltaf ýmislegt sem kemur til greina. Svo kemur hún til okkar í heimsókn hún Greta Salóne, stúlkan sem fór fyrir okkar hönd í Eurovision. Hún har ekki út nýtt lag. Það er alveg ýmislegt sem við getum rætt við hana. Já. Þess að ég er búinn að heyra það að hún og Jónsi sé ekki lengur vinir. Nei, þau tala ekki saman. Slóist þau ekki úti? Jú, þetta var eitthvað, víst, kæft niður. Jónatan Garðarsson, hann kæfði þetta bara niður. Það var víst, það sauð upp á millið þeirra og hún lamdi hann. Já, það var eitthvað, hún hrækti á hann. Já, hrækti á hann og þá kýldi hann hana, sko. Já, þetta er eitthvað sem við ræðum betur þannig þetta var eitthvað svona. Það er eitthvað sem við ræðum við Greta hér á eftir. Sturlaða staðreyndir er á sínum stað og svo erum við með splunkunni hans Getsandekur sem heitir Hommafeldni. Og það er svona í tilefni því að Gay Pride á morgun, ekki missa því. Og svo erum við með Pepp-hotnið líka á sínum stað. Þannig eins og þið heyri kæru hlustundur og þá erum við með veislu handa ykkur í dag. En svona svo ég byrja nú bara á þér, Sóli. Hvernig ertu? Hvað ertu að brasa þess að dana? Heyrðu, ég er nú í feðraorlofi. Já. Ég er eins og fyrir það sem veit ekki sem er heimvæðsetti, þá eru 2 börn í stúdíónu í dag. Já, það eru 2 drykkir hérna. Já. Þannig að ég tók það með mér og ég er að gera það út á Svana. Já. Í það eru þetta, þú veist, hvað dreymir ekki það að barnið er að verða útvarpsmaður. Já, segðu, mamma mín er alveg í skíma. Já, ekki. Hún er bara allan dag, það tókst, hún hlustar á þáttinn. Ég hugsaði sko, þú labbaðir inn í stúdíóið með 2 litla stráka. Já. Ég er svona, er hann að gera þetta til að bugga mig? Er það bara svona auðvitað, sérðu hvað ég get? Það er nákvæmlega. Sérðu hvað ég get? Já, ég meina, þú ert samt sko eldri en ég, hugsaði þér. Já, hættu að minna með þetta. Hefurðu komið með þessa krakka hérna, hefðu verið með þáttinn á mánudaginn? Já. Eftir þjóðatíð. Já. Og þú sýnt mér það að þú væri 2 barna faðir. Og ég er farið að gráta þá. Þú er skadað sjálf að þér meira, það er ekki. Þá var lítið lísinn maður. Já. En þannig að þú ert ferskur bara í feðraorlofi? Já, hefði ríkala. Alltaf að skemmta og... Já, alveg bara nóg að gera og ég er náttúrulega, svo er ég nýkomin frá Barcelona með familíuna maður. Já. Bara eitthvað kósí? Bara kósí og var á siglu fyrir síðustu helgi. Já. Og sýttir hann til meðan þú varst að búa til, samviskubit í Vestmannaeyjum, þá var ég bara á fjölskylduhátíð á siglu fyrir. Já, svona er þetta maður. En það er líka, sko, ég hef oft sagt það, hvað er betra eftir góða Barcelona-ferð heldur en að kíkja til Siglufjarðar? Já, það er ekkert betra. Þetta er svona Coca-Cola, Pepsi-Cola, sko. Já. Þetta er stórborgir. Ég veit það. Já. Stórborg Norðurlands. Já, en við ætlum að vera með algjöra veislu fyrir ykkur og við ætlum að byrja þessa veislu í dag á... Ertu Justin Bieber aðdáandi, Sóli? Ég get ekki verið á mótunum. Ég meina, maður verður að virða mann sem að nær svona miklu vinsældum. Ég gera það. En þetta er ekkert aðdáandi. Það væri, þú veist... Þú ert ekki að kaupa diskinn? Nei. Þá væri ég eitthvað að mér. Þá væri ég bara hættulegur börnum og fólki. En... Þú veist, ég virði það fyrir það og þú veist, það sem eigandi börn, þá hafa þau gaman að hennum. Já, en segjum svo þú sést einn í bílnum, nú er ég talað um svona 9 lögin hans eins og I wanna live my life. Já. Og ef að það kemur á, lækkaru, skiptir stöð eða hækkaru? Sko, ég myndi sennilega ekki endilega hækka. Nei. En mér finnst þetta enda mjög fínt lag á honum, en ég myndi ekki teka svona, bara, íta á takkan og skipta. Nei, ég skilji. Nei, þannig að ég myndi segja að ég sé mjög Justin friendly, Bieber friendly. Já, ég er nefnilega verða það. Ég var ekki að fan, en svona 9 lögin hans, eins og þetta er það. Þetta er alltaf komað til á strákum. Já, hann er að þroskast, hann fer að fá kallmannsrödd bráðum. Já, hann er 18, hann er komið hár á pungin. Já. You're my hallelujah.
Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like, whoa, God. Cameras point and shoot. Ask me what's my best side, I stand back and point at you. Ekki nokkra svoleiðis manneskjur. Sverri Bergmann einn af þeim. Það bara as long as you love me, þá erum við saman allt hana. Já. Mér finnst þetta til dæmis ekki sérstakt lag. Mér finnst þetta sem við varst að tala á þarna. I wanna live my life. Það flottara. Já, það líka svo flottur boðskapur. Já. No matter what, we party tonight. Já, alveg saman hvað að gerast. Það bara partí. Það partí og það enginn að fara að stoppa það. Nei, það skiptir engu máli. Þetta lag aðeins meira svona væl. Já. Ég reyndar bara búinn að heyra það svo oft núna. Ef þú ert að vinna á FM, þá þetta svona, þetta síast inn í heilann. Já, og þú betur að breyti kannski smekknum. Já, sem stór hættulegt. Já, ertu ekki hættur að hlusta á Nickelback núna alveg? Ég reyndar aldrei verið Nickelback aðdáandi. En ég reynir svona, það var oft verið að kvarta yfir hvaða lög ég að því ég byrjar að setja inn svona sum lög inn á FM sem eiga kannski ekkert heima hérna. Já. Þannig ég bjó bara til minn eigin dagskrárlið sem heitir Lögin á leiðinni heim. Já. Það ég svona alltaf að halda í eitthvað lag sem mér þykir vænt um. Já, eins og hvað, taktu dæmi eitt lag sem þú hefur haft sem Band of Horses Funeral. Já. Hey með Pixies. Já, þetta myndi aldrei að spila hérna. Nei, þannig að þetta svona lög sem ég næði að tróða það inn. Já. En ertu slúðurhundur, Sóli? Já, ég er það. Er það manni? Alveg, ég sko, það er einhvern veginn eins og þetta óvart, þá fylgist ég með þessu. Já. Ég veit rosa mikið hvað er að gerast þarna vestur frá. En það er alveg óvart. Þú veist, ég er ekkert að vaða inn á síðurnar á mótnana til þess að ná þessu. Nei. En ég er einhvern veginn stend sjálfur með að ég að vita hvað er verið að tala um alltaf þegar er eitthvað svona í gangi. Ég veit nákvæmlega hvað það að tala um. Og það er þægilegt að vera með annan svona slúðurkóngið með sér til að bánsa á. Já. Ertu tilbúin í gott slúður? Já. Ég ætla að byrja á að segja frá því að Halle Berry, sem trúlofuð leikaránum Oliver Martínez, hún sást núna daginn rölta Hollywood án þess að vera með trúlofunarhringinn sinn. Jeps. Já. Nú spyrja menn, Trouble in Paradise? Já, það getur alveg verið. Já. Þetta náttúrulega eignum ótrúlega mikið. Halle Berry. Halle Berry segi ég. Ég var svona Kylie Minogue. Var hún ekki með hann líka? Jú, hún var með hann á undan. Já, akkurat. Herðu, þú ert alvöru slúðurkóngur. Já, Kylie Minogue, hún náttúrulega lendi hérna í veikindum og hann fór bara frá henni þegar hann var rétt að skríða saman. Greið. En ég held að Halle sé bara svolítið vilt. Það þrátt fyrir að vera orðin þetta gömul. Hún náttúrulega var hérna með honum módelinu. Hvað heit hann? Gabriel? Já, hann var skíthæll. Já, skíthæll, var átti barn með honum. Erik Bennett þarna. Já, akkurat. Hann var viðbjör, hélt fram hjá hann eins og rófulegs hundur. Já, þannig að ég held að hún sé svona bara svona, ok, ég er bara búið með þetta rugl, skilurðu? Ég ætla bara að lifa lífinu aðeins. Takk mér hringinn og rölta bara þessu. En segðu mér eitt, ef að Halle Berry er konaðinn, fyrir það, ég myndi nú aldrei gútira framíhald á nokkurn hátt. Nei. Hvað ertu þá að sofa hjá einhverjum barnapíum og eitthvað? Hvað er að þér? Það er bara svona maður sem er greinilega veikur. Já, silkiskjótnir, hann kvartar að því að þeir eru of þröngir á hann. Já, akkurat. Það er ekkert nógu gott fyrir hann. Nei, og Erik Bennett, eða Benneia, hvað sem hann kallar sig. Hver er það? En allavega þá er verið að ræða um það núna í Hollywood hvort að Halle Berry og Oliver Martínez sé að slíta trúlófun sinni. Já, Martínez verður ekki lengi á markanum því hann er alveg sjóðandi. Já, hann má reyndar eiga það. Já, hann er alveg henni sambóðinn henni Halle. Ég sammála því. Hann er sjóðandi. Verður ekki að gefa honum það? Jú. Herru, svo er það næsta, það var verið að ræða við Barack Obama, Bandaríkjaforseta, með nýjustu Batman-myndina. Hann fór og sá hana og var gríðalánaður með hana. Já. Og svo var Bandaríkjaforseti spurður hvað hann með fundið skemmtilegast í myndina. Og hann var ekki lengi að svara því, hann sagði að það hefði verið Catwoman með Anne Hathaway sem að honum fannst stela senunni. Og ég reyndar sammála Obama, hún fer á kostumi myndinni. Fyrir leik þá eða búningin? Ég held bara bæði, hún er bæði góð leikona og er töff í myndinni finnst mér. Og svo náttúrulega búningurinn er ekkert að eyðileggja. Ég er nefnilega ekki búinn að sjá myndinni, ég var að horfa á Batman Begins aftur í gær, tók hana, leiði hana á votinu og er svo að fara að taka næstu mynd og sem heitir hvað aftur? Dark Knight. Já, akkurat, tek hana, svarta rittarann og dökka rittarann og svo fer ég á myndinni bíó. Já, það er mjög sniðugt, ég tók sama pakka, ég lét líða viku svona milli myndana þegar það eru svolítið langar, en ég fekk ekki alveg ógeð og það er mjög sniðugt. Já, myndin er stórkostleg, fyrst þú ert ekki búinn að segja hana. Hún er langt best þegar að tryggja það. Dark Knight og þessi eru svona berjast að mínum mati. En fyrir mér var Bane flottast í myndinni samt, Vondi kallinn. Þú átt eftir að gaman á honum. En Anne Hathaway var uppáldið hans Obama og það er ljótt að segja, ég veit ekki, er það sexist að mann að segja
veist, kemur þetta perralega út fyrir forseta Bandaríkjanna að The Catwoman sem í leðugalla alla myndina sé uppáldið hans í myndinni. Að þetta sé einhver interracial fantasy í gangi hjá hann, kættinum. Ég veit það ekki, það getur alveg verið að það sé eitthvað svo leið, sko. En ég meina, það bara, það ekki í lagi? Jó, hún enda frábæri í myndinni. Já. Ég skil hann vel. Ég held að Obama sé vandaðir en það, hann að hugsa leikinn. Fyrst og fremst. Ef hann hefði verið í lópagalla allan tíman þá hefði hann bara... Já, ég er sammála. Ég kann vel við Obama. Já, ég fíla hann mjög vel. Vildi hann verið vinur minn. Ég þekki hann bara góðu. Ég líka. Herru, svo það lokast slúðrið og það er þetta mjög gott að hafa þig hérna, Sóli, sem svona slúðurkóng því að ég vil fá svona þína hlið á þessu. Nú var Robert Pattinson, hann náttúrulega var að lenda í leiðindamáli með Kristen Stewart, hún hélt fram hjá honum með leikstjóranum sínum úr myndinni hérna Snow White. En samkvæmt nýjasta slúðrinu að þá er Robert Pattinson loksins byrjar að tala aftur við hana, en talar eins og bara við hana þegar hann komin í glas. Drink and dial. Já, hann er svona nákvæmlega, drink and dial og samkvæmt þessu slúðri þá var hann búinn að tala tvisvar við hana og þetta haft eftir vinans og bæði skiptin var hann fullur. Já, þetta er ekki sniðugt. Mér finnst þetta rosalega sorglegt og mér finnst þetta ótrúlegt að þú varst nú að tala hver heldur fram hjá Halle Berry, hver heldur fram hjá Robert Pattinson. Myndalegur strákur. Rosalega og ég hef aldrei séð eina svona kvikmyndastjörnu hafa svona einn sterk áhrif á mína konu eins og þessi drengur. Það er svona, þú veist, það er svona ákveðna stjörnu sem að rífa konur og það er ekki hann og Erik Bana sem hafa haft svona sterkust áhrifin, en þessi Pattinson, hann er einhvern veginn, sko þegar hann að leika vampíru, hann geðslegur, finnst mér. Samt elskar hann. Það er alveg bara hlaupið eftir honum. Ég var að hugsa það þegar ég sá, sko, þegar ég var að horfa á Twilight og ég sá bara alla stelpur dýrkuðan þarna, ég fór svona að hugsa, á ég að fara meira út í þingunni? Þá er ég allir snjóhvítur með rauð augu og bara svona, hann var að fara bara í dag og tala við stelpurna. Ég held að það sé máli, þú ert bara að hrynna í það og svona, byrja kannski ekki á aðfaran á föstudags. Drekka bensín á sunnudegi. Já, og vera svo alveg skelþunnur þegar þú mætir á djamið á föstudegi. Þá er alveg verið, svona mjög mikið skjón. Þá er maður svo leið svo hann. Já, en þetta er auðvitað mjög sorglegt mál og ég hef alla hans samúð. Og ég myndi ykkur hvað eru marga konur sem að bara, hún fær pottið hótunabréf. Já, það er allt kolvittlust. Já, fara illa með hann. Marga stelpur úlingstúlkur sem alltaf aldrei aftur á bíómynd sem hún er í og eitthvað sem er mjög slæmt fyrir hana því hún er svona nett táningsstjarna, sko. Já. Þannig en þú svona sem, þú veist, nú ertu bæði ekki, þú ert ekki bara slúðurkongur Sóli Hólm, þú ert líka sérfræðingur sambönd, munuðu jafna sig, komast yfir þetta? Já. Ég vona... Er þetta búið? Ég, vona að hann, sýni sjálfum sér þá virðingu að gangi í burtu. Glæsilegt. Ég sammála því. Það er það sem ég vona að hann geri. En kannski er eitthvað í þeirra sambandi, þetta er alltaf einstaklingsbundið. Hvernig fólk kemst í gegnum svona hluti. Þú veist, maður þekkir ekkert innviði sambandsins. Þannig ég vona að hann bara halda ára og þau eru bæði ung. Já. Þannig að svona, það er rúm fyrir eitthvað, rúm fyrir improvement. Og vonandi lærir hún bara sína leksi. Sveiðir, segir við hana. Sveiðir, ég sammála því. Höfum það loka orðin í slúðrunni í dag og fáum Kanye West, Rihanna og félag með All of the Lights. Þetta ætti ná að koma einhverjum í gírinn, förstu dagur og það eru eitthvað að gerast í kvöld. Kanye West, Rihanna og fleiri. Það er að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957. Tveir harðir með ykkur, Rauðum Blöndal og Sóli Hólm, sem er hér í stað Egils Einarssonar, sem er staddur á Benedikt. Herðu, verður ekki að hringja í Egil og eftir? Jú, ég held það. Hann er sko, Egil byrjaði í útvarpinu hjá mér bara síðasta föstudag aftur. Já. En getur svo ekki verið næstu 2 föstudaga því hann er strax farin til Benedikt Orm. Já, hann er Benedikt Orm aftur? Já, ég held þessi þriðja Benedikt Orm-ferðin hans bara... Á 3 vikum, sko, held ég. Við ringjum í hann eftir. Hann tók sér frí til að fara til Eyja og svo aftur til Benedikt Orm. Já, svo sá ég hann setja á Facebook eitthvað, hann væri á Alicante. Hann er ekkert á Alicante, hann er á Benedikt Orm og við ræðum þetta við hann eftir. Sem er aðeins að taka þetta í gegn. Já, og þannig að við ringjum í Gilseinleikarinn hér á eftir. Það styttist líka í skemmtilegan skett sem heitir Hommafælni. Föstudagslægið, sturlaða staðreyndir, Greta Salum með peppotnið og ég veit ekki hvað og hvað. Nóum að vera hérna hjá okkur Sóla. En ég ætla að ræða aðeins við hérna Sóli. Við erum nú báðið með tískutímaritið séð og heyrt fyrir framan okkur núna. High fashion og þetta er svona slúðurtímarit okkar Íslendinga. Og það er eitt hérna sem sló mig og það er svona liður hjá séð og heyrt sem heitir í uppáldi. Já. Og það er núna knattspyrnukappinn Björgólfur Takifúsa, 32 ára, ungur og myndalögur maður og toppdrengur, spilaði heldur með Víking í dag. Með Fylki. Fylki, já. Og hér, það sem sló mig í þessu, það er hérna, það sem að stendur, bara í rúminu. Og það er risa mynd af 3 eldgömlum peysum
tvær Mikka Mús peysur, ein blá, ein grá og svo ein svona vel þvegin blá Superman peysa. Og það ekkert rosalega langt í það að Superman merki sjáist ekki lengur. Hún svona komið til ára sinni þessi. Ef þú myndir ekki þekka Superman-merki, þá myndir ekki sjá það þarna. Nei, nákvæmlega. Þú veist að þetta er Superman-merki, þess vegna þá sérðu það. Já, og þar stendur, og hérna undir þessu stendur, bara í rúminu. Og þetta er sem sagt uppáhaldshlutirnir hans, bara í rúminu. Get með engu móti sofið án þess að vera í einni af þessum peysum á þessa 3 og þær eru einungis notaður upp í rúmi. Keyptar í Primark og einn bestu kaup sem ég hef gert. Nú veit ég ekki. Og þetta svona, þú veist, þetta er enda toppdrengur, ég þekki hann það og frábærstrákur. En að vera 32 ára og geta ekki að fara að sofa og setja í Mikka Mús peysunni sinni, það er enda bara eitthvað skrítin fettis fyrir sig. Nákvæmlega, verandi líka faðir, ég á 2 drengi, einn er 5 mánaða, hinn er 5 ára, þeir eru ekki með svona þarfir, sko. Ég get bara sett á í einhverja gamla Liverpool-treyja mér og þeir sofna bara. Þetta er ekkert mál, það er ekkert eitthvað, heyrðu, Mikka Mús peysunni, hvar er hún? Ég líka sko, ok, og ef þú ert með þennan skrítna fettis, ertu að auglýsa fyrir framan alþjóð? Nei, ég myndi ekki gera það. Nei, ekki heldur. Þannig að þetta kannski segja mér að maðurinn, ég held að hann sé nú á lausu, ef hann myndi fara með dömum með sér heim, þá gerir hann eitthvað með henni og svo bara, hendur hann sér í peysuna þá. Spyr hann hana? Hvað finnst þið? Mikki Mús eða Superman? Þetta er mjög skrítið. Svo er hann kannski hissað þess að ég held að farna þegar hann vagnar. Já, er það kannski ástæðan fyrir þeim? Já, kannski. Nei, þetta er reyndar huggulegur strákur og ég sé að hann er hérna á flottri íbúð og... Þetta er hús, þetta er einbýlishús eða raðhús. Hann er líka í sínu besta formi núna. Björgvöld tekkar fúsa, hann er oft verið gagnrýndur fyrir það að vera of feitur. Það verður kallað svona bolla og eitthvað? Já, japanska kjötbollan og allt þetta. En núna er hann í sínu besta formi, skilst mér, en skorur ekki neitt. Nei, hann reyndar... Þetta er eitthvað bara heildarpakki sem hann er að bjóða upp og þegar hann er með smá utan á sér, þá er hann bestur. Þetta er bara eins og Tryggvi í búsinu. Bestur þannig. Já, þá bara ekki það fokk í því. Ekki fokk, nei, láta þess að menn í friði. Þeir skila sínu. Það er fyrir ykkur sem hafa ekki séð og heyrt og vilja svona vita fleiri upp á hlutin hans, þá er það, systir hans, hann er stoltur henni og svo náttúrulega þess að peysu sem hann getur ekki sofið á hans að vera í. Það er íbúðinn og svo er það ryggsugan hans. Mér finnst fátt eins afslappandi og renna yfir gólfið með ryggsugunni. Dreftu mig ekki. Hann veistu það, ég er að sjá í gegnum þetta. Þetta er söluræða. Drengurinn er á lausu og hann er að reyna að pimpa þessu út hérna í sig og heilt. Það er ekkert flokknari það. Hann er með Mikka Mús. Hann er með eldavélina og hann er með ryggsuguna. Stendur hérna veislu kokkur. Herru, við þurfum að hringja í Björgvöld tekkar fúsa og spyrja hann bara hvaða grín er í gangi. Þetta er bara auglýsing, hann hefur borgað fyrir þetta. Er engin svona kynningar flippið á þessu? Þetta er bara auglýsing. Þetta er bara auglýsing, ég er á lausu, sjáuðu mig. Ég elska elda, mér finnst ekkert jafn afslappandi og ryggsuga og svo þegar ég fer að sofa telpuð þá verður bara Mikka Mús peysuna mína. Akkurat, og stoltur að systísinni, hann er svona konu, þú veist, orienteraður sko. Já, þetta er vel þetta. Við erum búin að sjá í gegnum þetta Björgólfur, ef þú ert að hlusta, þetta er sölupizzaðar og við gefum plús fyrir það. Já, þetta er virkilega gott. En það er snillingur að hlusta á þáttinn sem er komin til Íslands eftir langt ferðalag. Stóð sig eins og hetja á Ólympíuleikunum, hann heitir Aron Pálmarsson, baðum óskalag og við ætlum að verða við því. Velkomin heim, sjómle. Ef þú að fara með okkur á tónleika í London 7. september með Lady Gaga og má bjóða einum með þér. Hversu magnað er það? Dregið verður út 17. ágúst í beinni útsendingu hér á FM 957. Tónlist.is, gamanferðir, Vá Air og FM 957 á tónleikum með Lady Gaga í London. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Mikið rétt, alla virka daga á FM 957 og Sólu Hólm með ykkur til 6 í dag og við erum konum með góðan gest í stúdíóið. Hún heitir Greta Salóme og við ætlum að byrja á því að bjóða þig velkomin. Takk fyrir. Hvernig hefur það? Ég hefði bara ljómandi gott. Nei, ég hef ekki hitt þig síðan þú varst út í Eurovision. Nei, nákvæmlega, það fái hitt mig sem ég var út í Eurovision. Tókstu bara að loka þér af eftir þetta? Nei, ég kom heim og fór beint í mastersverð. Ok. Og kláraði það og svo fór ég bara í
alls konar verkefni sem byggði mín, tónlistaverkefni sem ég var búin að löga mér í. Ok. Svo fór ég bara til Mallorca í tæpa mánuð. Já, bara slappa af. Bara taka gilsendingar á þetta. Já, hann reyndur að Benedikt Orm og það alveg mál, við heyrðum í honum hér á eftir. En hvað við heyrðum einhverja sögu, talið þið Jónsi talið ekki saman lengur þar? Jú. Það var eitthvað úti, þið lendu einhvað upp á kanti og hvað annað úti eða ekki? Okkur Jónsa? Já. Nei, við erum að spila, við kunnum að spila næst saman. En slóst hann ekki eða eitthvað? Jú, við slóumst alveg svo. Nei, við erum að spila, skal ég segja, á bælistáttunum í Mósbæ næst, 25. ágúst. Já. Og vorum síðast á 17. júní, vorum með 4 gig þann dag. Já, þið orðin svona bara, þú veist, Jóns bara búin að droppa strákum í svörtum fötum og byrjar að gigga bara með þér? Nei, alls ekki, Já, hún stóðst til hljómbóðsleikarinn í svörtum fötum, þetta var miskilningur. Það er Jónsa. Já, hljómbóðsleikar bara, herru, takk fyrir að taka mér alltaf auka tekjurnar, þannig að þið slóðust. Já. Ég og hljómbóðsleikarinn? Já, í svörtum fötum. Einar. Já, ok. Það var alltaf eitthvað fætingur. Já, hjálpaðu okkur þetta, við erum bara að búa til eitthvað. Út í fréttir. Ég þið allir í slúðurinn, ég heyri það áðan. Já, er ekki? Já. Hvað finnst þér þetta Kristján Stúart og Patterson mál? Þetta er leiðilegt. Veistu það, ég bara verði að jóta því vitið meira þetta en ég. Já, en finnst þér þetta ekki leiðilegt? Mjög leiðilegt. Já, alltaf leiðilegt svona kemur upp. Finnst þér hann sjarmerandi, Robert Pattinson, hann hafði rosa mikil áhrif á mína konu? Já, veistu, ég Þú byrjar að tala þetta. Það er þessi vandamál. Þetta liggur í þér eitthvað. Nei, veistu, ég er ekki alveg að þeirri línu, ég skal alveg ekki með það. Nei. Þú vilt hafa smá kjötaðinn svona eins og að Sóla. Já, Já. nákvæmlega. Þú ert... Hún á mjög kjötaða mann. Já. Ellie. Já, er það... Crossfit Wonder. Já, ok, þannig að já, þú ert frátekinn ung kona. Já. Þannig að, já, Björki taka fúsa, það var ekki af áhrif á þig sem vorum að lesa hérna upp. Björgvin Takifúsa? Já. Nei, herru, hann gerði samt eitt, já, daginn, hann skulle segja dundra aftur á bílum minn. Já, ok. Já, hann er að nota þá taktík líka. En það Hann er að nota allt. Erðu, Nei, stelpa að keira. það er langt Þetta síðan. gefa honum inn. Það er langt síðan, þetta var mjög vel gert hjá honum, þetta var bara gott. Þurfti ekki að skiptast á númerum og... Ha, jú. Já. Bara Heyrðu, ég hef ekki tíma til að gera tjónslistana, láttu um það númerið. Ég hringi þið bara og græði við þetta. Kíkjum á Susi Samba og höfum bara yfir þetta. Hann var svo almennilegur og fín. Já, hann er það alltaf. Þetta er toppdrengur. Upp á vissu marki er hann almennilegur og svo kemur hann. Nei, við skulum ekki fara að baktala þó hann elskar Ríks og elda. Þá er þetta alveg, ég get reynda að votta það, þetta er toppdrengur. Skulum hætta að stríða honum. En þú ert að fara að frumflytja nýtt lag hérna hjá okkur. Herðu, ég frumfluttaði reyndar í dag, en ekki segja að þetta sé frumflutningur hérna í annað skipti. Helvítið hann Rúnar, gleypt hann í sig hérna í dag. Bara bylgjan fyrst. Já, en það eru bara þeir sem hlusta í dag klukkan 12 búin að heyra þetta lag. Ok. Og er eitthvað sem að, lagið heitir Everywhere Around Me. Já. Já, ertu að tala um svona, er þetta eitthvað, hvað fjallar þetta? Þetta er bara svolítið dularfullur texti, getur sagt þér. Þetta er hérna, það má segja að þetta sé ekki um neitt sérstakt. Nei. En þetta er um eitthvað sem heldtekur mann og í textunum segir, kallar mig með þetta vil reynda að meina það að þetta sé um CrossFit. Já, það er grótart. Segir í textunum it consumes me and transforms me. Já, ok. Ég er reyndar ekki alveg að þetta er ekki um CrossFit. Vaxtarækt, það er það sem ég hef sem er vaxtarækt. Já, það er svona, herri, já, það er komið að frumflutningu á laginu og Gretu Everywhere Around Me sem hún samti um CrossFitið og ástir á því. Ekki svo gott, en þetta er í rauninni það að hafa allir eitthvað sem að heldtekur á, saman hvað það er. Segðu. Þannig að þetta er svolítið um það að finna það sem svona breytir lífum hans á annarkvæmt góðan eða slæma hátt. Þá ætlum ég bara að setja þetta laga og hefði ég samið að þá verður Manchester United. Það er bara þannig. En Greta, virkilega gaman að sjá þig. Takk. Og gangi þér allt í hæginn. Þetta er lagið Everywhere Around Me með Gretu Salome. Það er ekkert að þessu, það er svona nettur Florence and the Machine í þessu. Já. Það finnst mér flott hljómsett. Já. Og það er góð átt til að fara í. Já, mikið rétt það styttist hér í sketsinn sem að við köllum Hommafælni og já, þar koma skemmtilega menn við sögu. Við erum líka með föstudagslægið hér á eftir, Pepphotnið og fleira. En það er eins og að komið núna dagskrárlið sem er í miklu uppáldi og mér allavega og hann heitir Sturlaða staðreyndir. Já, ég hef svolítið heyrt, ég heyrði hann ekki taka þetta við Pétur daginn. Já. Hvali sem fæðast með fætur og svona. Já, það er hellingur að Sturluðu staðreyndum að úti og já, ég er að dæla þeim í landan. Já, er ekki? Já, ég er mjög gaman að því. Og já, nú ætlar að setja mína vöðva miklu bringu, þú ætlar að henda þig á hana. Já, ég ætla að leyfa þér að bánsa aðeins með þetta. Bánsa aðeins með þetta á bringunni. Já, ertu tilbúinn? Já. Einn af hverjum 14 bandaríkjamunum myndi drepa aðra mannesku fyrir $3 milljónir, sem er 370 milljónir íslenska króna. Já. Já, ég held að það sé alveg, ég myndi gera það líka. Nei, maður, er það? Jú, ef ég myndi velja hvernig ég myndi drepa.
Nú, ertu með eitthvað í huga? Já, það er ekki alltaf fullt af liði. Maður getur hreinsað eitthvað til, það drefið eitthvað gæja og... Gætur þið haft það á samvinskunni? Nei, örugglega ekki. Ég er svo harður, ég er svona 20 metrar töffari, ég ríf kjaft þangað til einhver hleypur í áttina mér, sko. Já. Ég er þannig gæi, sko. Ég gæti ekki Nei, ég myndi svona að gera fyrir 3 milljarða. Já, það er Það myndi ég gera. Það er talan. Já. Ég er sammála því, við erum sammála þar. Svo er það næsta, 88,8% fólks líður betur eftir að hafa grátið. Já. Það er svolítið til í því. Já, ég held að það fara svolítið eftir hvar það, þú veist, ef þú myndir til dæmis fara að grenja núna í stúdíóinu, bara, þá myndir þú ekki líða mjög vel, svona. Það myndir líða verra eftir það, því ég myndi hugsa bara hvað ætli sóli haldi. Já, eitthvað svoleiðis. Ég held að það skiptir máli hvar þú gera það. Ef þú ert einn með sjálfur þér, taka góðan grátur, taka korter í þetta, losa sig þetta, þá held ég að það sé miklu betra. Þetta er enda gott þegar þú segir korter. Hvað grætur maður lengi þegar maður er svo águst ef það er eitthvað... Ég sé bara að fara eftir áfallinu, eða ástæðinni. Reyndar. Ég er enda, sko, ekki þegar ég sé að reyna að vera harður, ég geri það bara aldrei. Nei, ég græt voða lítið. Já. Ég held ég að vera svona, já ég er eins og þú, ég er ekki að spila með eitthvað harðan, ég held ég að gráti kannski einu sinni að 2 á æðinni. Æfinni, já bara, já. Nei, það er þess að eftir að ég var fullorðinn. Ég fættist bara alvarlegu, bara með stoneface bara. Trúður mér, ég grenjaði mikið sem krakki og var alltaf vælandinn. Ég er svona að tala eftir að ég byrjaði að keyra sjálf. Já, akkurat, ég sé eitthvað að svipa. Ég veist, maður svona var, þú veist, þegar þessi drengi segja mig hérna, ég ætlaði fjölskyldum að þú þekki þetta ekki. Þú þekki ekki hvernig er eitthvað spatt. Þá var ég ekkert að grenja, sko. Þú veist, maður verður svona meir og klökkur, en maður er ekkert grenjandi, sko. Nei. En það var alveg, sko, það hefði alveg getað gerst, skilur. Já, þú varst meir. Já, ég var rosalega meir. Ef einhver hefði komið og tekið utanum með þarna, þá hefði allt farið. Varstu bara einnum á það? Hvað ekki mamma? Ég var bara með tölvurskjáfur frá mig. Lín komin á Facebook, er þetta dótt yfir? Það er ok, höldum að fram, svo er það næsta stjórnlega staðrind. Það er hægt að nota vodka sem hárnæringu og virkar vel. Já, það er dýr hárnæring, maður. Já, maður tími því ekki. Nei, reyndar er hárnæring orðin svakalega dýr. Ég nota hann ekki sjálfur, en kona mín. Ef þú ætlar að fá almennilega næringu, góða, þá þarftu bara að borga, sko, 5 til 8 ás kappleiti fyrir flöskuna, sko. Já, það er ástæðan fyrir ég snóðan alltaf. Já, það er bara því. Já, það er bara því. Þú gætir alveg með hár. Já, ég er bara, ég er að spara helling á þessu. En fyrir utan það, sko, ef hárnæring kostar 8, jú, herri, þá er þetta bara að svipa á vodka. Já, og ef hún er góð, það fer alltaf eftir ef vodkin er góð hárnæring. Sé oft stelpur í sig, elska mig, þú verður að fá nýja næringu. Það er á næsta. Það er karlmenn geta verið með bóner samfleytt í 3,5 tíma í svefni. Sturlu staðrind. Já, og trúlega rétt. Já. Vaknar þú ekki, ert ekki alltaf með stampinu að vaknar? Nei, ég fer ekki svo langt. Ekki heldur. Nei, en það hefur alveg dottið inn, sko. En það er... Já. 3,5 tími, það er. 90%. Já, er það þannig? Ég veit það ekki. Er hann alltaf vaknaður undan þér? Já, vekum mig. Hann vaknaður með bönnunum bara. Svo er það næsta. 39%, nei já, fólk sem er örvhent er 39% líklegra til að vera samkynhneigt. Þetta finnst mér eitthvað svona skrítinn sturlu staðrind. Já. En þetta var hann inn á síðunni. Ok, þannig að er það bara kannski 60-70% homma eða lesbía örvhentir? Ég veit ekki, þetta er eiginlega að tjekka á þessu. Ringi í Palla eða eitthvað. Já, hvort hann sé örvhentur? Já, við viljum tjekka á þessu. Hvor hendin er hann alltaf að svipla þegar hann er svona að tala og dansa? Hann er alltaf með báðar. Já, það eru báðar, já. Já, hann er svolítið með báðar. Svo er það næsta stjórnlega staðrind. Maurar fara í stríð eins og fólk. Þeir senda mér þess að veikasta maurinn fremstan þegar þeir tjartsa af stað. Já, en ætli það sé út af olíu eða trúabröðum eitthvað svo leiðis. Akkur fara í stríð? Það er okkur út af mat eða einhverju svona. Já, eða bara svona yfiráðum. Þetta er bara svo í gamla þetta held ég eins og Civil War og svona, er ekki bara að berast við landsvæði? Jú. Geta ekki verið? Akkurat. Ná, ég er ekki svo vitlaus. Jú, örgulega þannig. Þú þekkir þetta, þú þekkir, ég vil að þér í sögu. Já, bæði í sögu og svo er ég búin að stúdra maura svolítið. Já, akkurat. Náttúrufræði og saga. Já, mér tók að þetta 2 ár í Svíþjóð. Já. Rosalega gaman í hvert líffræði. Já, æðislega. Svo er það næsta stjórnlega staðrind. Karlkyns höfrungar eiga til að taka kvenkyns höfrungar frá fjölskyldum sínum og halda þeim í gíslingu þar til þeir fá að sofa hjá þeim. Stjórnlega staðrind. Vá, já, þetta er sorgli staðrind, myndi ég segja. Ljótt, já, þetta er ljótt. Þannig þeir taka þessast kvenkyns og þeir eru basically bara að koma fram vilja sínum. Já, það er svona að bíða þar til að... Já, bara pína þá. Við skulum bara hætta ræða þetta. Já, ára næsta. Suður Afríka, Írland og England eru þær þjóðir sem að leita, þar sem að leita er mest af hommaklam á netunni, eða gay porn. Hvað séu, Suður Afríka? Írland og England.
Þessi lönd eru mest að leita að hommaklámi á netinu. Þetta eru þá hvítir Suður-Afríkumenn sem að þessu. Nú? Já, ég held að það er svo mikil fátækt. Þeir náttúrulega dóminera þarna í rosalegu, þú veist, hvítimaðurinn, hann á eiginlega alltaf flotta, sko. Já, Það er alveg ræðilt hvernig þetta hefur verið þarna og þessi aðskilnaði stefna, þannig ég held að hann sé að homast á netinu. Hinn er ekkert meira á netinu, kannski? Nei, þeir eru ekki með glugga húsinu sínu eins og niður, þannig að ekki með netið, ekki með þessi 3G kannski. Já. Gæti verið. Já, ok. Þú náttúrulega bjóst þarna. Já. Svo er það næsta. Það eru tvær eftir Karlkins sæði og greip ávöxturinn innihalda bæði anti-aging efni, eða efni sem heldur húðinni ungri. Já. Það er brandararna sem ég ætla ekki að segja. Nei, það er akkurat. Ég veit alveg hvaða brandari það er. Já. Eða svona ekki nákvæm útfærsla, en það er margar leiðir til að fara í þessu. Þetta er allavega eitthvað sem maður myndi aldrei nota þegar út með stelpu. Nei. Eitthvað svona já. Nei. Svo er það síðasta, mörgæsir stunda vændi. Það er sofa hjá fyrir mat og peflesteina. Þetta fannst mér skemmtilega stjórnlega starrið. Já, þetta er, elsta atvinnugreinin. Já, mörgæsir eru í því líka. Já. Þetta voru stjórnlega starrið til dagsins. Er einhver annar sem stóð upp úr fyrir þér? Sko, mér fannst þetta bara flottur pakki það mjög þéttur. Mjög þéttur og góður. Já. Herru, við ætlum að fá hér næst Jón Jónsson, svo hringjum við í Egil Einarsson sem er stattur á Benidorm en vill ekki viðurkenna og við ætlum að ná því upp úr honum. Svo er líka föstudagsslagið og skemmtilegu skett sem heitir Hommafælni. Það er bara þannig. Fáum þennan snilling fyrst. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valin og ef þú átt hana, hafðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Fáðu meira úr deginum með Dry Shampoo frá Lee Stafford. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaup. Þú hefur þetta allt í hendinni. Þú færð bíómiða á betri kjörum ef þú borgar með kortinu. Sæktu kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítrann með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Sömu mælingar sýna raunar engan mun á N1 og orkunni í nýtingu á eldsneyti. Skeljungur. 12 mismunandi bragðtegundir á Jójó ís, Nýbílavegi og Snorrabraut. Jójó, ferskur jógúrtur. FM 95 blöð. Á FM 95. Hér á FM 957 og það er komin tími á stuttanskett sem að ég kalla Hommafælni sem er sennilega það asnalegasti eiginleiki sem að fólk getur borið og ætla ég svona að sína fram á hversu asnalegt það er í dag árið 2012 í tilefni því að það er Gay Pride á morgun. Ég fengi hérna nokkra stráka eða vini mína með mér í lið og við skulum heyra nokkuð símtöl hvernig, á ekki að bregðast við ef að vera stríðar, hvort þú setja að fara til dæmis í Gay Pride-gönguna. Já, halló. Steindi. Já. Sælinn Rauðina. Já, blessar. Herru, ég ætla að tekka hérna með laugardaginn. Hvað ert þú að gera í göngunni? Ertu með þinn eigin palli eða ferðu bara með fjölskyldunni eða hvernig ætlar að hafa þetta? Ég fíla Sex and the City og Gossip Girls og eitthvað svoleiðis. Ég þarf bara heima þar eða? Hæ? Ég sagði frá því ég fíla eitthvað svona nett romantíska gamanmyndir. Romantíska gamanmyndir? Er það alltaf kindrækjunum því ég var alltaf að kaupa eins og 10 kindræk. Það var bara að safna eins og köllum að ég alltaf seríuna. Það er eitthvað geifið það þínu. Kindræk? Ertu að tala draumina því að við vorum saman upp í rúmi í draumnum alltaf að gista á það. Það er ekki ég sem stjórnaði budgetinu eins og ég langaði ekki að vera á upp í rúmi. Ég vildi alveg fá bara mitt eigin rúm. Nei, ég er nú bara... Ég er nú ekki að tala það, sko. Þetta tala þá... Hvert var það? Þetta tala um að náðast í tölvunni minni eitthvað. Í tölvunni? Það kíkja history í tölvunni minni. Þannig að ég og félagið voru saman daginn í einhverju fleistu og hann bara sína mér eitthvað fyndið vídeo og þannig að ég var ekkert að skoða þetta, sko. Skoða hvað? Nei, bara, þú er kannski að fara með þetta, því að ég var rauðan Corners eða? Bara hellingur að streit náðum við rauðan Corners. Steindi, hvað var í tölvunni þinni? Ég er bara að segja, ég er streit, það er ekki verið með eitthvað svona. Nei, ég er nú bara að hringja hérna við FM 95 blöð að fíblast í mönnum sem eru streit að tjóka hvort þið sé að fyrir Já, ég nenni þess ekki maður, þú eru bara að hringja í Björn Bragi eitthvað, hann er eini samkynniði maður í þínu vinhóp. Björn Bragi? Já, það er allt ámælast af hann. Ég er streit.
Já, er það rólegur? Ég ætla ekki, ég að fara bara út á land á morgun, sko. Ég er drullu saman með það. Sjáum það, heyr ég. Já. Þessu, bæ. Ok. Nei, Öddi Blöndal. Nei, sællinu, Þú mikli meistari. Hvað ertu fann að þekkja hringinguna? Hvað segirðu? Já, ég fann að þekkja númerið. Þú lest mér bara númerið og varst mönkaður í eigum í síðustu helgi. Já, glæsilegt. En herðu, ég ætla að tjekka hans á þig, Brján. Já, cool. Hvað er núna? Hvað er þetta að fara að gera á morgun? Bara, ef þú veit gera góður, ég ætla klár. Ég var svona að spá í hvernig þú ætlar að hafa þetta. Já, ég er klár. Ég er nú að búsi. Verður á palli eða verður bara með fjölskyldunum að labba niður Laugaveginn, eða hvernig? Ég er ekki að fara að gera neitt fjölskyldukjafta á morgun. Ég er til í kvöldum. Hvað er bæla? Ég er að spá í, ertu með þinn eigin pall þarna í þessari göngu eða hvað ertu að fara að gera? Pall í hvaða göngu? Ertu að tala um Hofnagönguna eða? Ertu með eitthvað sýningu þar sjálfur eða hvernig verður þetta hér? Sætlunur. Sóli Hólm, hvað segirðu? Góður og hó? Ég er góður bara. Já. Ég ætla að tjekka bara aðeins áður. Ertu spenntið fyrir morgundeginum? Morgundeginum? Já. Er ekki ganga einn? Ertu með þinn eigin pall eða hvernig hefur þetta? Hvað fokkin kjafta er í gangi? Á ég að vera á hommi núna? Hvað mennur þau? Nei, alveg, þetta er svo mikið kjafta. Eftir að maður fyrir sjónvarp, þá er bara kjafta út í eitt og ef það er Sóli Hólm, þetta er kannski hommalegt nafn. En ég er ekki fokkin hommi og þetta er óþolandi og fólk heldur það að þetta er bara, ég á 2 börn, hvernig er þau að vera til? Það er Það er þessi glasabötn eða? Nei, Sjálfur að það, þetta er svo fáránlegt að vera, af hverju ég að vera mikið fokkin pall á morgun, ég er ekkert hommi maður. Nei. Alveg tala þetta er bara ekki fyndið, þetta er bara fáránlegt að vera, ef fólk að tala um þetta, ég sé bara að vera hommi, bara ákvað það bara 29 ára gammal að vera hommi, af hverju áskundar mætti að vera hommi, til hvers? Af hverju ætti ég að gera? Sóli. Ég meina, ég hef ekki einu sinni kysst gaur. Hefur ekki einu sinni? Ég hef ekki einu sinni kysst gaur, af hverju ætti ég að vera hommi? Nei. Ég hef ekki áhuga á þessu. Nei, ég er nú bara að ringja hérna frá FM 9 Blöð, ég ætla bara aðeins að stríða þér, ég er að ringja streit gaur á. Já, ég meina, ok, menn með að vera hommar, skilur, það er góðlega, en ég er ekki hommi, ég meina, ég er ekkert á móti þeim, skilur. Nei. Ég er ekkert á móti hommum, en ég þekki alveg homma. Já. Og ég hef alveg, skilur, farið í sund það sem eru hommar. Já, glæsilegt. Það er ekkert, mér finnst það ekkert óþægilegt, eða skilur, ekkert geðvikt. Nei. Þú veist, ég er ekkert eitthvað að pyrra mig á því. Nei. Það, þú veist, þeir með alveg vera þarna, þú farið að láta mig í friði. Fattar þú? Já. Þú veist, en ég er ekki hommi, fattar þú? Ok, kannski er þetta eitthvað djók, en ég bara þol ekki, ég er ekki tilbúin eitthvað svona kjaftaði, sko. Ekki máli, kallið minn. Ég byrst aðsökun á þessu. Það er bara smá fíblaskapur hérna. Ég ætla aðeins að fíblast þig bara út af stættinum. Ég tekka það. Ekki máli. Ég er alltaf eins og ég er ekkert á móti eins og skilur þú. Nei, ég heyri það. Ég tala alveg, skilur þú, eða ég er alveg nettu við það, en ég er ekki hommi, bara að séu það reynu. Já, ég heyri það og toppgóður og kannt ekki dilla við þá. Ég heyri þig, Kalli. Ok, segja. Yeah, we differ a lot about what and what nots, what we ain't and what we could have got. Thinking our arms ain't too short to box with God. This ain't a midnight stroll in Paris. More like a careless walk through a field of landmines. I cherish you, though you a warrior too. What are we to do? Warrior. Auðun Blöndal og Sóli Hólm með ykkur, til 6 í dag. Sóli situr hér í, sæti Egils Einarssonar sem byrjaði nú síðasta föstudaginn, ákvað svo að fara beint til Spánar. Eða Spánar, Benidorm, kallar maður Benidorm að fara til Spánar? Mér finnst einhvern veginn Benidorm að vera stærra konsept, eða skilur það er svona útaf fyrir sig. Já. Þú veist, Spánn er náttúrulega, sko, mér finnst allir þessi staði sem fólk er að fara til, einhvern veginn ekkert vera eitthvað Spánn. Nei. Mallorca, þú ert bara til Mallorca. Já. Þú ert að fara til Madrid þar, þá ert að fara til Spánar. Já, Barcelona, ég var þar daginn. Valencia og eitthvað svona. Já, akkurat. Ég samla því, en Egill, hvað finnst það með Egill, hann vill ekkert viðurkenna hann sé á Benidorm og hann til dæmis sett á Twitter að hvað væri gott að vera komin til til Spánar að slaka á og bara svona Spánar. Já, ég veit. Þannig að ég er að spæða ekki að hringja bara hérna í hann. Já. Og tekka stöðun á hann. Þú segir Spánn, ef þú ert í einhverju héraði sem enginn veit hver er. Já. Þá segir ég á Spáni. Nákvæmlega. En ef þú ert á Benidorm, þá ert á Benidorm. Tekkum á stráknum hérna. Það er líka sko, hann byrjaði síðustu viku og fyrir beint út. Sem er mjög steikt sko. Ringd það sér kannski veikan eða? Má sjá. Halló. Halló. Egill. Já. Sællinu Rauti hérna. Sællastu.
Hólmfaðirinn eða með? Sólu Hólm með mér hérna. The Hólmfaður. Já, og þú ert í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Nei. Já. Já, það mér. Herru, það nú að minnsta sem þú getur gert. Þú áttu nú að vera þetta með mér í dag. Nýbyrjar aftur í útvarpinu og ferð svo bara strax í 2 vikur. Já, sko, Kilsar þarf að slaka á og svo sko. Þarfst að slaka á? Gleymi því svona, sko. Nei, ég gleymi því ekkert. En við fengum sann, sko, það fór bodybuilder út og þá kom bodybuilder inn. The Hólmfaður. Ég meina að þjóðinu vildi það. Hún vildi ekki þurfa að sætta sig að það væri ekki bodybuilder í settinu núna. Nei, það er verið rýrmaður þarna, það er bara kjánalegt. Það er hræðilegt. Já, en hvernig, nú er ég nú að spyrja þig, hvernig er stemmingin með úlingunum á Benidorm? Ég er á Spáni. Já, hvað er þetta á Spáni? Býtu, skellt hann á, er hann eitthvað rugglaður? Er ekki læg með hann, eða? Er þetta símsamband hann sem hann er? Ég ætla að segja ekki á einhverju fróðudisko, eða? Mistur í símaðin í fróðudisko, eða? Ég er á Spáni að slaka á, er eitthvað að þeirra? Skelltur á, eða? Nei, bara ég er á Spáni að slaka á. Nei, Ertu í einhverju litlu hér eða bara þarna? Ég bara lendi í Alicante og... Já, við skal gefa það, þú lendir á Alicante. Og hvert fórstu svo? Bara á, eitthvað Spánsitt, eitthvað. Eitthvað Spánsitt? Svo tókstu rútu þegar ekki að yfir? Þú hittur rútu? Já, til Benidorm. Nei, bara hótelið mitt. Á Spáni. Hótel á Spáni. Nú veit ég að þú ert að skemmta þér og góð stemming í hópnum. Er þið búin að fara á Stykki Viki? Hvað er það? Hvað er þetta Stykki Viki? Það er á Benidorm. Ég er á Spáni, þannig að ég er í það fyrir dómkjæmta ég er. Ok, hvað heitir? Ég er í slökunarferð, þannig að svolítið leðilegt á þessu gefiski hérna að Kilsan sé ykkur jumper hérna. Hvað ertu búin að heimsækja margar vínegrur? Ég er að fara 4. á morgun, ég er bara búin að vera 2 dagar, sko. Já, ok, frábært. Þetta er slökun, ég fann eitthvað grjóthart gym hérna, sko. Ég er dræfingaferð, ég er nefnilega með könnun, það er eitthvað svo rannsók. Ég ætla bara að get ég verið fyrsti Íslandingurinn sem fættir Spánar og kemur heim grennri, í betra formi. Það er enginn gert það. Enginn Íslandingur sem fættir Spánar og komið heim í betra formi. Það er ekki svo heimskur, Egill. Ég ætla bara að gera það núna. Ég lifi bara á lax og próteinsjúkum. Já, þú ert í frí. Hvers konar frí er það? Farðu að fá þig kökur. Það er eitthvað eitt sem þú skilur kannski ekki auðvitað. Fyrir okkur sem erum í vaxtarækt, þá er það ákveðin svona frelsun og slökun að fara í ræktina. Það er kannski, þeir sem er ekki í vaxtarækt skiljið þetta ekki. Nei, ok. Ég fann ekki mikið spænska þeirra og þess að það, sko. Já, er það að banda? Gilsarinn er mjög vel við þá. Og þetta er alveg, þetta er miklu auðmíkjar hérna, sko. Þeir Íslandingarnir eru svona helmingi sterkar en þeir spænsku gæjar, sko. Og ég var bara að detta létt hérna, einn er að koma með hrikalega vanda, sko. Og sko, ég henti ykkur 200 kílóum á sem ég og blöðurinn og leik okkur með hérna á klakanum, sko. Og það var bara, sko, sterahausinn, spænski sterahausinn, mitt í andið. Já. Ertu spjallaði við mig og bara, hérna... Já, ertu strax orðin algjör hetið þarna? Já, fyrir þetta en þú vilja yfir 200, störða frá Kilsan. Já, einmitt. Og er þá hvenar... Ég er respect in the bodybuilding world á Spáni. Já. Og er þá sjónvarsmennir, þeir að fara að hitta í dag þá eða... Hvað er sjónvarsmenn? Ég meina það lítur að vera orðið bara... Er þetta ekki búið að kvísast það? Er þetta ekki búið að kvísast út? Já, slökum aðeins á, ég var að koma, sko. Ekki þessu viku. Ég lendi mjög að finna þetta kjötið, þú ert að elska þetta. Hvað? Gekk við Spánur upp á Kilsan á þöndiði. Og bara með einandráðum. Og ég bara eitthvað já, hvað grínir í gangi? Þú tekur þetta Beckham-grín eitt einu svona enn. Nei, hörru, það helst að vera Ronan Keating. Ég er ekki að fókið þér. Það eru líkundur á því, því ég var að Ronan Keating með 3 dögum. Það eru Ronan Keating? Ég er að segja þér. Nei. Ég var bara, ég ætla bara, tók í spaðan á honum og takk á hann í kærlega fyrir, sko. En ég væri samt ekki King Ronan, sko. Það er mjög fyndið með Egill. Ég hef nú ferðast nokkru sinni með honum. Og þegar maður er ekki með honum ferðanlega, hann er alltaf ljúandi öllum að halda allir hans í David Beckham.
Já, þú ekki verið að vara við þetta sjálfur, eða? Aldrei sé þetta gerast. Þetta er bara eitthvað haustum á mér, hún ætlar að lífa meira en að mig, sko. Ég er ekki lítið bekka með þetta, en King Ronan, ég er mjög sátt við það. En það er enda ákveð áhyggjuefni fyrir þeir sem vaxtarðarna því að Ronan er kannski ekki sá kjötaðasti. Nei, þá er þú orðin eitthvað rís. Ég veit það, sko. Varstu kannski að raula einhver staðar? Heyrðu einhver í þér fyrst að syngja og hugsa, wow, Ronan Keating mættur hérna? Ég hugsaði þetta með fyrst. Ég hugsaði fyrst, sko, er þetta móðgun? Hann var líka með Ronan Keating. Ronan Keating er mjög tiny. Ég er bara svona, sér hugsaði með nei, Ronan Keating er mjög myndalugur. Þannig að ég er þetta frás. Það er alveg rétt. En svona í lokinni, hvað er planið í kvöld á Bene? Hvað er gert á föstudagskvöldum á Benidorm? Hörru, ég ætla að finna mér okkur góðan lax. Já. Og ég ætla eitthvað göngutúr, labba kannski 4-5 km, brenna kannski 300-350 kall, beint að sofa. Það er ég gerir hérna á Spáni. Það er mjög líklegt. Og svo bara vínsmökkun strax í fyrramálið. Vínsmökkun í fyrramálið, Kim klukkan 1, göngutúr til það. Þetta er yndislegt. Herðu, við skiljaði kveðja á Fróðudiskóinn og við byrjum að heilsast ekki Viki. Later, bye. Þetta var Egill Einarsson í beinni útsendingu frá Benidorm. Sæði ekki eitt satt orð. Nei, það er best að hann lígur svo mikið þessi drengur, þannig er ekki nokkur átt. Hann verður mættur hérna á föstudaginn eftir 2 vikur þegar hann er búinn í þessari afslöpunarferð Veist að ég ætla ekki að gera neitt helgina, Sóli. Núna ætla ég bara að rækta mitt musteri sem er líkami og sál. Líkami, og sálinn. En lagið sem ég er að fara að setja á, ef það er eitthvað sem gæti allt í inn í mig bara, nei, þá væri það. What that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. Er föstudagslagið og þó að Sverrir Bergman sé ekki mættur ætla svona heiðra, svona minningu hans með, án þín og það er Pálmi Gunnars eða ekki, Sóli? Jú, hann þarf að taka það. Maður sé að fá smá fórsmekk áður við fyrir mjölusingar. Rassin er mér lífið og því fær engin breytt. Hér strax eftir auðlýsingar, ekki missa því. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Á þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun. Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánari upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Meðlæti. Uppáhaldsmeðlæti mitt? Pilsur. Bara goðakjöt á grillið. Goði. Alltaf góður. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Kynnir Hjálmar á Factory föstudags- og laugardagskvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 11 bæði kvöld og kostar 1500 kall. Factory, góðar stundir. Samkvæmt áreiðanlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítrann með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þetta kemur til viðbótar við þá afslætti sem þú færð á Shell-stöðunum með kortum og lyklum Skeljungs og Orkunnar. Skeljungur. Túborg kunngjörðir. Bar 11 á 9 ára afmælið þessar mundir. Í tilefni þess verða bjór og skot á aðeins 900 kall alla helgina. Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Á FM 957. Og það er Auði og Sóli Hólm með ykkur til 6 og eins og við lofuðum ykkur fyrir auglýsingar að þá er komið að föstudagslæginu. Og Chubby Little Swestboy verður nú mættur hérna næsta föstudag með föstudagslægið og hann og Halldór Gunnar. En það er hins vegar komið að Sóla Hólm að sjá föstudagslægið og Sóli, þú er nú góð eftirherma. Já, mjög. Áttu ná nokkra. Já. Gott svar. Og svona eina af þínu sterkasti er Pálmi Gunnars, eða ekki? Jú, hann er búinn að vera lengst með mér í þessu. Já. Og við ætlum að, taka án þín, eða við, þú. Ég ætlum að taka, þú samtum nú textan, hann að... Já, við erum svona saman í þessu. Þetta er sem sagt Pálmi Gunnars með föstudagslægið og það heitir Án þín.
Tekum á þessu. Ok. Þetta er alveg búið að lækka þetta aðeins frá Svestboy. Já. Þegar Pálmi með þannig rödd. Ólíkir söngvarar. Ástin mér lífið og því fær enginn breytt. Ég hef elskað því svo lengi og alltaf jafn heitt. En núna ertu farin mér frá. Þar sem að sólin rís, þar sem sólin sest, þar sem sólin skín, já og ég þar. Ég allstaðar, mín ást til þín, endalaus. Pálmi Gunnars hér með föstudagsslagið. Þetta er með þess að vel sungið þar. Þú ert alveg söngari. Já, ég er fýtt söngari nefnilega. Ég er samt ekki eins góður söngur og ég held sjálfur. Nei, ég er svona töluvert betri en margir sem ég þekki allavega. Já, ég er góður söngvari, skilur. Já, þannig. En hvað eru svona þínar uppáhalds eftirhermur? Þetta er eitt sem ég var hrikalega til að kunna, að vera með svona eftirhermur. Eftirhermur, já. Þetta er rosalega skemmtilegt og sko núna náttúrulega þegar Gay Pride er að koma, það er Páll Óskar í miklu uppáhaldi, auðvitað. Ok, gefa okkur smá palla. Á morgun verður þetta flottasta gig sem ég hef tekið á Gay Pride síðan 99. Og ég er með ljósasjó frá... Hvað heitir þetta? Já, ég ætla að segja... Brotsi? Já, svona. Þetta er gott, sko. En hvernig, heyrðu bara, stúdrar menn eða heyrðu bara, ok, ég mun ná þessum? Ég held að það sem að gera góð eftirhermu er eiginleikin til að vita hverjum getur hent eftir. Já, ekki vera að fara og ekki reyna of mikið. Já, sko, þú veist, vistalega er það að geta hent eftir ykkurum og átta sig á því sjálfur. Ekki vera að taka, þú veist, hversu margir halda ekki hent eftir Bubba Mortens til dæmis. Já, það er umulegt. Það er bara einhver gæði sem breytir S-i, gerir eitthvað asnalegt S sem er ekki eins og líkt Bubba. Getur þú tekið Bubba? Nei, sko ekki, það er eldi og segila svolítið drap þetta fyrir aðra. Já, það má segja það. Já, hann er svona... Hann er eins og hann. Já, rólegi Bubbi, eins og er þetta tvískipt. Æsti Bubbi, það er Hjálmar Hjálmarsson langbestur. Já, ok. Þegar hann er sko æstur, þegar hann er að lýsa boxi og svona, það er Hjálmar bestur. En þessi rólegi, þessi, þú veist, bæribændið, þessi Bubbi, sko, það er Ari. Það er eitthvað með, sko, þegar Ari tekur Bubba, ég er búinn að segja þetta oft við hann. Ég mun aldrei fá leið á því. Nei. Ég veit bara alltaf þegar ég hitt hann, þá verð ég bara svo lítill krakki bara, ég reyna að taka Bubba. Já, algjörlega. Hann er frábær og það er gaman að hafi loksins tekist einhverjum að ná Bubba eftir öll þessi ár. Já, það er vel gert. Áttu eitthvað svona drauma eftirhermu? Að ná? Nei, það þýðir ekki. Það væri mjög sorglegt að ég bara næði einhvern gæja og væri bara heima bara dóska þess að ég næði honum maður. Þetta er komið. Já. Ég eitthvað veginn... Þú hefur eitthvað... Hvernig þú eftir? Nei, það er bara tvær ömulegar, sko. Það er ekki gott, sko. Ok, hvað er með þær? Það er bæðið, sko, leikarar erlendis, en þetta er samt glata, sko. Ok. Þetta er svona... Það er annað sem ég gerði í Strákunum, það er Samuel Jackson. Já, ég sé hann, takk það hann aftur. You're my brother and I love you. Já, ok. Þetta er greit hvað það er, þetta er ömulegt, sko. Já, nákvæmlega bara, ok. Þetta er náttúrulega, sko, þetta er ekki eftirherma, þú ert bara að hækka röddina. You're my brother and... Já, ég veit það. Ok, en þetta, ég er samt ánægð með að þú skulir kynna þetta sem eftirhermu. Hóttu með næstu. Svo er ég búinn að vera að vinna svolítið í Matthew McConaughey, eða Matthew McConaughey, eins og einn kallar hann. Já. Það er hérna... Yeah, I'm just a country boy from Texas and I'm gonna take my shirt off. Æ, hættu þessu, þú veist að nú liðum bara illar, en við skulum sleppa þessu. Þetta er það sem ég talaði um, eiginleikin er að vita hverju maður getur hendið eftir ekki. Já, þú ert að byggja um þetta. Ég myndi reynda að segja, sko, að McConaughey sé nærði því. Já. Þú veist, það er meira eftirherma, sko, og ég held að ef þú vinnur meira í honum, þú veist, þá er eitthvað þarna. Trúðu mér, ég er ekki bara að reyna að vera næs við, sko, í alvöru. Þetta er eitthvað. Þú ert ekki að hugga mig. Nei, alls ekki. Nei. Ég veit þú þarft þess ekki. Þú hefur helling á öðru sem þú getur notað, þannig að... Já, það er rétt þess. Þetta var eftirhermuhorn, FM 95 blöð, skulum fá smá Florence and the Machine og svo er það pepp-hornið, þannig að það steytist því að þið ringið 511-0957 ef þið viljið peppa eitthvað. Með lagið Spektrum.
Það eitthvað við þessar ljósveit sem ég fíla. Næst ekki að fan, Sóli? Jú, alveg svakalegur. Ég ætla að minna fólk á þeir sem að fara að skemmt ykkur í kvöld að það eðalkvöld á vegamótum. Það DJ Equal sem komið til landsins. Hann á Evróputúr og spilar á Íslandi í kvöld og kemur fram á vegamótum ásamt DJ B. Ruff og J.O. Já, þannig að það eðalkvöld þar. Já, veistu að þú ert að fara að hrista þér bossan, þá myndi ég tjekka á DJ Equal. Já, þetta rosalega mikið gleði helgi náttúrulega og mikil haminga í gangi Já, ég held að hann sé ekki tengd og gay pride samt sko. Ok. Ég held að þetta sé bara einhvern svona rosa DJ. Já, ok. En það náttúrulega, þú veist, gay fólk fíla danstónlist sko, en þetta álega. Ég reyndar sko, ég líti inn í DJ heiminum. Ég reyndar J.O. sem toppdrengur. Mér finnst það svona bara því að hann spilar flott lög. Þannig að það ofta að koma svona annan eitthvað það geðveikur DJ að koma til landsins. Maður bara svona, ok, hver það? En þú veist, ef hann heitir ekki David Guetta, þá bara veit ég ekki hvað það er. Nei, akkurat. En það fullt af fólki núna að hlusta á þáttinn sem að hugsa bara, já, DJ Equal og þetta inn. Best að drulla sér á vegu. Þannig að skemmta ykkur. Maður veit hverju David Guetta sko, ég veit hvað það meira segi ég. En þetta náttúrulega ótrúlegur fagnaður á morgun. Já. Því að þetta náttúrulega ekki mjög langt síðan að samkynhneigt fólk gat gert þetta. Verið bara á einhverjum vörubílum bara í þvílíkum gír. Já, nákvæmlega. Þetta ótrúlegur sigur sem raunin og núna sko hefjast ný barátta og það hjá transfólki. Já. Núna þau að þurfa þau svona að fá sömu viðurkenningu í samfélaginu. Því það auðvitað... Það alveg fordómar ennþá. Já, bullandi og það einhvern veginn þannig að svona oft svona tala þessi skrítið fólk og þannig. Já, þetta svona áðurist maður stundum... Ég held bara að því að maður þekkir þetta. Þetta bara það. Ég meina, en þetta náttúrulega sem að fólk hefur gert, allir þessi sem að stíga fram núna og þessi mynd með þessa Hrafnhildi hérna sem Já, ég ætla að sjá hana. Hrafnhildi Steinungerði. Já, og náttúrulega Vala Grand búin að vera þvílíkur hvalreki fyrir baráttuna þeirra og það náttúrulega, hún nú framan á D.O.F. í dag með kærastan. Já, finnst þér, þetta eitthvað svona útspilja Völu Grand bara, herðu, there's a new tranny in town, ekki gleyma mér. Já, meina það. Og bíómynd í gangi með Hrafnhildi hérna og... Gleymir einhver Völu. Finnst Völu Grand, af því að það hefur ekki heist í Völu Grandunni bara háa herrans tíð. Nei. Svo kemur einhver heimildaminn. Er það tilviljun að Vala Grand sé framan á Helgablaði séð og heist sömu helgju að vera að frumsýna þessa mynd? Sko... Samsæli? Já, það spurning, en ég veit bara, sko, Vala náttúrulega búin að róa svo rosalega. Já, róa. Hún búin að finna hjartbyggingu. Já, hún orðin kona, hún orðin stjúpmóðir. Sér hvað gerist þú missir eistur, þú bara róast allur. Já. Þetta svo að gelda hund. Já, þeir eru bara heima, þeir eru ekki heima. Ég er ekki að setja þessi samlíkingu, maður þarf að passa sig á öllu sem maður segir hérna. Já, ég er ekki líkið svo þannig. Nei, ég veit það. En þetta alveg rétt, pappi minn sagði það mitt, að þegar hann geldi hundin sinna, hann fór hann ekki neitt. Og hann sagði, auðvitað ekki, hvað á hann að gera ef hann er geldur? Áhverju á hann að fara að bæ? Hann sagði, ég myndi aldrei fara út úr húsi að það verður búið að gelda mig. Áhverju nennur hann í bæ á djammitildinu? Já, akkurat. En talandi um þetta, en ég verið að spá í þessu með þetta, hvað er erfiðast, ekkert erfiðast við það að fara í kynskiptiaðgerð, en rosalega hellingur erfið hlutum, en eitt sem ég myndi segja væri svolítið erfitt, það er að velja sér nafn. Já. Þú veist, hvað myndir þú heita að þú væri kona? Auður? Ég veit það ekki, sko, stelpan hérna Hrafnhildur sem í myndinni, hann hétt Steini held ég. Halldór, já. Sveppi var þekkt hann úr Breiðholtinu. Voru félagar. Dóri litli. Já, þeir þekktu sko. Þannig að hann fer alveg úr Halldór yfir í Hrafnhildur. Þetta er svolítið stökk, þetta er sami stafur, en svolítið, og ég minna, hefðu nú drepið hennar samt að skýra sér Hrafnhildur Steinun fyrir Ragnhildur Steinunni. Já, góðu punktur. Steinun búin að vera, já, búin að gera helling hana fyrir hana. Ég hugsa ég fær í Sigrún Blöndal. Sigrún, af hverju? Æ, bara eitthvað. Já, ég heldur enda að þú myndir, svona, I can take you for a Sigrún. Þú ert alveg góð Sigrún. Það er nett Sigrún í mér. Já, ég held að ég myndi samt halda mig við sólina og vera annarkvæmt Sóley eða Sólveig. Já, Sóley Hólm væri reyndar ekta. Það er rosa margir sem, þegar fólk segir svona, heyrðu Sóley, og snýr svona eitthvað sér við. Sóley? Já, þú veist, og maður er bara svona, einmitt, ég heiti Sóley, þú veist, þetta er svona þreytandi dæmi. Sóley er ekki algengt nafn. Sólmundur? Já, Sólmundur. Ég heit um það Sólmundur, þetta er alls ekki algengt nafn og þetta er það sem ég er að tala um líka, maður er erfitt að verandi faðir, svo ég nú er það Nasir, að ég hafa 2 börn, þá það er erfitt að velja nöfn á börnin sín. Maður er svona, þú veist, en maður er alltaf sáttur maður er búin að því, sér að það passar ekkert betur. En með sjálfan sig, að bera ábyrgð á eigin nafni, þetta er ógeðslega, ímyndar þú er ráði hvað þú heitir. Ég hef aldrei, bara ljóta að segja, ég hef ekki valið Auðun.
Nei, það ekki. Þó ég sé mjög hrifinn af nafnum minn í dag, sko. Já. Ég veist að sko, fyrstu 20 ára af minna, þá hef ég ekki vel Sólmundur heldur. Nei. En í dag, þá þetta ákveðið svona, þú veist, það bara eitt sem getur greina. Nei, kannski ekki, þú mátt það. Já. En þú veist, maður þarf að komast yfir það svolítið. Púla ég Daniel. Já, þú áttir að heita Daniel, eða ekki? Jú. Já. Það var bara sko, ég var 5 mínútum frá því að heita Daniel með þess að. Já, ég var 5 mínútum frá því að heita Hilmir Þór. Já, ok. Þú varst reynda flottur Hilmir. Já, ég púla eiginlega hvaða nafn sem er. Ég reynda að þannig típa, sko. En fyrst ekki tæta Sólmundur, þá get ég heita hvað sem er. Já. En var þið strýtt á nafninu, Jasku? Nei, ég komst alveg hjá því. Ég í skóla, ég var náttúrulega svolítið svona fyrirferðar mikill sjálfur. Eða svona, þú veist, þannig að það var ekkert. Ég fekk svolítið Sauðun. Já, var það? Já. Og Blöndalsvífli. Já, það enda helviti gott. Já. En ef ég var á nýjum stað, kom í nýtt umhverfi, þá var svona, þú veist, eitthvað svona dróli, eitthvað svona, sko, þú veist, verið eitthvað að nýta sér það. Þá var ég líka óöruggari sjálfur. En í skóla aldrei vesen. Aldrei. Þannig að þú vilt meina það mesta veseni við það að fara í kynskiptaaðgerð og sé að velja nafni. Já, langmesta veseni. Ekki hormónameðferð en ekki aðgerðin, nafnið. Ég held að það sem að fólk er að stressa sig mest á. En við, óskum Völu Grand til hamingju með ástina. Þetta er eitthvað risa viðtal við hann annar. Já, ég óska bara transfólki til hamingju með þeirra baróttu og vona hann eftir að ganga vel. Ég er sammála því. Fáum hér Black Heart með Stussy, eða Stuss, hvað er þetta? Brallan flott lag, það veit ég. Nei, hér eftir 20 mínútur með ykkur kæru hlustendur. Það er föstu dagur og vonandi allir í fínum feeling. Og talandi fína feelinga þá er að spara að fara í pepphotni. Þannig að nú er að gera að hringja í 511-0957 ef það er eitthvað sem þú vilt peppa fyrir helgina. Eða bara hrósa eða svona, þú veist. Akkurat. Ég vil peppa þig til að halda áfram með Matthew McConaughey eftir hefnuna. Já. Halda áfram að vinna í henni. Þú vilt að ég fari lengra með Matthew McConaughey. Ekki gefast upp á henni. Nei. Ekki gefast upp. En hvað, þarf ég að horfa þá svona bíómyndir með honum og stúdera með hann? Og viðtöl. Já. Viðtöl við hann. En hvað vilt þú peppa? Þig? Já, Jésús. Já. Það er svo þarna. Ég ætla ekkert að peppa, ég ætla bara að taka við hlustendum 511-0957 ef það er eitthvað sem þið viljið peppa kæru. Hlustendum, byrjum með það fyrsta. Velkomin í pepphotni. Halló, ég byrja þetta hérna, þetta er svona. Halló. Og tökum þennan hérna þá, var að stríða með næst teknin. FM, velkomin í pepphotni. Hæ. Óskalag. Óskal, já, hvaða lag? Stúlkan með bláð ópal. Ok, við skulum skoða það. Ok, bye. Já, hressandi þegar þetta er inn hér í pepphotnin. FM 9 með blöð, velkomin í pepphotni. Já, ég ætla að peppa blöðfíflið. Blöðfíflið? Já. Hann er virkilega góður í dag. Takk fyrir það. Það er Sólið náttúrulega fagmaður. Virkilega gaman að fá hann hérna. Hvað ert þú að brasa annars? Já, hann bara farinn. Það bara þurfti ekki að segja meira. Hann er bara að peppa blöðfíflið. Það var bara góður í dag. Góður í dag. FM 9 fyrir blöð, velkomin í pepphotni. Já, blessaður Sólir. Sælir. Við langaði að vera að peppa hérna bláan ópal. Ok. Blár ópal. Þetta er náttúrulega bara frábær hljómsveit og allt það, en þú voru góður í eigum maður. Já, þeir voru hressið af strákarnir. Að koma á óvart, sko. Þetta er náttúrulega barnasveit. Já. Og þeir voru bara helviti ferskir maður. Já, ég fíla svona, þannig að menn, sko, þú helst þetta væri bara einhver barnasveit, svo sáttu í eigum og voru að peppa á. Já. Út af það gengur pepparnir, sko. Nú býð ég bara spennt til þetta fyrstu plötunni. Þetta er það sem showbiz snýst það er að delivera á sviðinu, sko. Já, það er alveg að Já, rífa fólk með sér. Og það er líka svo oft sem maður er búin að dæma fyrirfram. Já, þetta eru nefnilega hressi strákar, þeir eru ungir og graðir, sko. Þetta er alveg frábær blanda fyrir poppara, sko. Já, þetta er svona eins og með bláan ópal, það er saman eins og með mig og Rikka G. Ég held að hann væri bara kortir í dán, sko. Svona frábær strákur. Hann er ekki náttúrulega 5 mínútur í. Hann situr hérna í stúdíónu, þannig að við erum ekki að leggja drengin einhelt, en takk kærlega fyrir þetta. Já, takk fyrir það. Ok, já, þess að vera að peppa bláan ópal. Við erum í pepphotinu 511-0957. Hvað vilt þú peppa? Nei, góðan daginn. Nei, góðan daginn. Ég heita þú ert í góðskapi. Gleði hérna. Herru, ég er að peppa haukastelpunar. Haukastelpunar, ok. Já, við erum að keppa móti ÍA. Já. Á Blásvöllum í þessu góða veðri. Er það bara núna eftir? Já. Það er fyrsta deildin? Já, við hvetjum alla til að mæta þangað. Já. Er það fyrsta deildin eða? Það er fyrsta deildin. Hver er að þjálfa ykkur núna? Hann er Jónsi. Já. Og hvernig er búið að ganga? Ágætlega. Ágætlega. Við ætlum alltaf að vinna í kvöld. Já, þið takkið í kvöld. Við ætlum að peppum ykkur hérna. Áfram Haukar. Takk fyrir ekki. Það er verið að peppa Hauka, bláan ópal. Tökum svona 2 peppi viðbót. Það ekki. Já, FM 95 blöð, hvað vilt þú peppa?
Herru, Já. ég ætla að prata upp hérna skeggvöxtinn minn. Skeggvöxtinn þinn? Þú sagði við mig eigum að ég verði með píkor í andlitinu. Ok. Og ég ætla bara að peppa hann upp svona og ég veit að þú peppar hann upp með mér. Varstu í IPVAF-treyju? Nei. Nei, ok. Þetta er hingurinn sem það er alveg píkor í andlitinu. Hörðu, já, ok, ég byrst afsökunar á því, en ég ætla að peppa það hér. Ég er enda að held að sé að ljúga svo, en ég peppa hérna skeggvöxtinn. Verður blessaður. Verður blessaður. Ok. Ég held að sé satt. Æ, fjandinn. Það hefði þá verið seint í dalnum. Já. FM 95 Blöð, velkomin í Peppóttir. Blessaður! Blessaður! Ég ætla að peppa blíka. Peppa blíkana? Já. Stefán Þór Pálsson er að fara að keppa eftir og hann ætlar að skora þrennu fyrir mig. Það er bara ekkert annað. Eins gott að hann gera það. Er annar flokkur eða þriðji eða? Það er annar. Það er annar. Annar flokkur blíka. Og svo vil ég peppa sjá hann mig. Já, ekki. Vera æðislegur í dag. Ég er búin að liða mjög vel. Glæsilegt. Er gætan á lausu eða? Hæ? Er gætan á lausu? Ég er á lausu. Já, en það var kannski að breyta því. Í dag og á morgun. Já, þetta er glæsilegt úr þitræður og fallegur ungur maður. Þú líka. Heyriði vinnur. Heyrðu, vonandi þetta gangi upp hjá okkur blíkunum. Já, bless. Ára síðasta pepp dagsins, vonandi er það gott. Hvað ætlar þú að peppa? Ég ætla að peppa Garðar Gunnlaugs, leikmann í á. Garðar Gunnlaugs. Þetta er hrein snillíkur. Já, hann reyndar skeita á þessum daginn að vera rakkanur Hölda Magg, góðvinn minn. En ég fyrir að fyrirgefa honum það. Já. Þrennu í næstu 3 leikum. Já, það sem Garðar Gunnlaugs átt að gera var nákvæmlega sem hann gerði í síðasta leik. Hann átt að grjóthalda kjafti og skora 2 mörk. Já. Og boltan í sig og síðan. Já, en ekki vera rakkanur Hölda Magg við minn. Það var óþarri. Það var óþarri, en hann er að springa út núna, kallinn. Já, hann kemur sterkur inn. Já, ástfanginu eitthvað samkvæmt Facebook, þannig að það byrja menn að skora allstaðar. Já, hann býr náttúrulega íbúðinu minni núna, sko. Já, var hann að hóta borgingi eða myndir ekki peppa hann? Jú, skólið mikið. Já, hann borgar ekki leigunum og peppir hann. Já, það er svolítið. Herðin, takk fyrir þetta, Hennur. Já, verið blessaður. Blessaður, glæsilegt, þetta var Peppóttin. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð, svo fáið lagið á leiðinni heim og svo var Shaggy að þetta, ég þarf að biðja smá Shaggy eftir. Ætti ég vel láti ekki pína mig það. Hvernig myndi þessi Shaggy, hvað með smá Shaggy þetta fyrir auðlýsingar? Wasn't me. It wasn't me. Auðlýsingar, svo lagið á leiðinni heim og Shaggy. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Á þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun. Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtaggaðana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valinn og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valinn 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánari upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Tónlist.is gamanferðir Vá Air og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráðu þig í pröfuáskrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Kann að reikna, er engin ástæða til að borga of mikið fyrir stærðfræði. Risastóri og ódýri skiptibókamarkaðurinn er í A4, Skeifunni og Smáratorgi. A4. Vetur, sumar, vor og haust. Velkomin borð. Iceland Express, lækkar verð, allt árið kring. Túborg kunngjörir, bar 11 á 9 ára afmæli þessar myndir. Í tilefni þess verða bjór og skot á aðeins 900 kall alla helgina. 95 Blöð með ykkur hér á FM 957. Búin að vera með ykkur síðan 4 í dag, Öddi og Sóli Hólm. Og já, það er svona að fara að síga í seinni hlutan hjá okkur. Við förum að kveðja ykkur en já, við getum ekki hvatt á þess að fá smá Shaggy. Ég er alltaf að minna á Evróska drauminn í kvöld. Loka þáttur og það er Team Steinun á móti Gemla. Og hvet ykkur til að fylgjast með því, 5 mínútur yfir 8 á stöð 2. En ertu með Shaggy að neikst það? Já, hann er unnað með mér. Er þetta síðast einkomið á okkur? Já. Erum við að fara að kveðja? Við erum svo bara að kveðja þetta. Já. Herru, þá tek ég Shaggy bara. Já. Bara hraðan hérna. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps you are to me. Baby, surely you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my
phone when I'm in need. Baby, tilbúin úti. Hvað sem með all. Gemaðurinn, tilbúin. Okay, og svo. Life is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you're little happy fun. Don't be a fool, son. What about the long run? Looking back, he always a mention. Seminar giving her much attention. She was good for my incarceration. I want to show donation, my appreciation. Þetta æðislegt, Shaggy. Sóli, takk æðislega fyrir, komin hingað í dag. Takk fyrir að leiða mér að vera með. Já, ég sko, það 100% að þú ert að fara að koma hérna aftur. Já, það bara slutt. Reynda þú varst náttúrulega með krakkana hérna í byrjun, þannig við gáttum ekki tekið símann og fýblast, en búið við hrikalega þéttir einhvað síður. Blessaður vertu, þetta verður eitthvað rosalegt næstu ekki. Blessaður vertu? Blessaður vertu. Hvað heldur þú? Takk hérlega fyrir hlustununa í dag, kæru hlustendur. Takk vel á móti Rikka G. Hann að detta hérna inn í stúdíóið og verður með veislu handleikur. Við Björn Bragi verðum svo mættir hérna á mánudaginn. Kemur með þéttan þátt, en ég ætla að enda þetta lagi sem ég kalla lagið á leiðinni heim og tengist einmitt því að það lokaþátturinn af Evrópska draumnum í kvöld. Þetta lag spilað þar. Áfram Tím Steinun, segi ég. Vona flestir séu sammála. Heyri ykkur á mánudaginn. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götu. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá Orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þegar svo við bætist 4 krónu almennur afsláttur með orkulykli eða skellingskorti, erum við þá ekki að tala fastan 10 krónu sparnað hjá Shell. Verslanir okkar eru fullar af öflugum Dell fartölvum fyrir skólan með 3 ára ábyrgð. Advania, Reykjavík og Akureyri.